Já, velkomin að Rauðaborðinu. Í kvöld ætlum við að tala Úkraínu eins og eðlilegt En svona mikið hiti í umræðinu og svona, þegar maður rekur augun inn í samfélagsmiðla og mikla meiningar út og suður að ég fór að leita einhverju leið til þess að geta fjallað þessu mál bara á svona rólegan og yfirvegaðan hátt og það fyrsta sem við datt í huga var að fá Jón Orm Halldórsson hingað og hann þáði það. Velkomin Jón. Já, takk. Herðu, ég mína væntingar að við getum bara svona labbað þessi gegnum þetta, þannig að ég skilji betur og áhorfendur sem hlusta á okkur líka. Ef við byrjum bara svona eins og við getum kallað sem bara svona bakgrunnur þessa deilu, þá það náttúrulega, verðum við mjög fljótir að fara bara aftur í hrun Sovétríkjanna og breyta heimsmynd út af því. Og það kannski þetta bara að spyrja því eru þetta einhvern veginn svona afleiðingar af því hvernig þróunin var eftir hrun Sovét, hvernig Rússland raunverulega leystist upp í oligarkisma og svona misti fótana og síðan kemur Pútín og nær einhverjum tökum á efnahagsstöðinu og verður svona sterkur leiðtogi og á sama tíma þá kannski Evrópa, Bandaríkin, NATO að nýta sér stöðu vex Rússlands og sækja mjög hratt austur. Þetta Já, ég held að það sé ekki neitt vafa á því. Það eru margir sem að fara miklu aftar í söguna og sagan með deilumál mikið í þessu stríði og milli Úkraínumanna og Rússa eða sérstaklega frá hendi Pútín sem búið til svona fortíð í rauninni sem að hefur mikið að segja fyrir varnir hans gagnvart því hvers vegna hann gerði þetta allt saman. En ég held í rauninni að það upphefist megir ekki að beint til hruns Sovétríkjanna. Og það sem ég held að það sé kannski rétt að hafa í huga með það að þetta var eitthvað í einhverjum skilningi eitthvað sem við getum notað kraftaverk yfir. Að Sovétríkin þetta gífurlega heimsveldi, valdstjórnaríki, að það skildi hrynja án átaka, eða nánast án átaka. Og það út af fyrir sig kannski þetta allra merkilegast við hrun Sovétríkin að það skildi gerast þannig. Það voru strax ákveðnir aðilar þá, man ég, sem sögðu að það væri verið að fresta átökunum. Það mundu einhvern tímann koma til. En ég held að menn alveg glemt því. Þannig að það ekki finna alveg síðustu ára sem menn átt að segja á því að það þarna óleyst mál. Og risastóra óleysta málið, fyrir utan, kannski, sem var undir Rússland allavega, það að það mjög stór hópur Rússa sem sætti sig ekkert við þessi örlög Rússlands að fara úr því að vera annað risaveldi heimsins yfir í það að vera svæðisbundi stórveldi sem þarf ekki Vesturlönd umgengust af eiginlega mjög augljósri fyrirlitningu og gerði í rauninni ekkert eða mjög lítið til þess að ganga til móts við Rússa, það var álitið, það var ekki þörf á því og menn hlustuðu frekar á raddir þeirra sem vildu vera NATO til dæmis í Austur-Evrópu og það eðlilegt það verið því það var mjög mikil stemming fyrir því margir, það sem man eftir var það að það voru svo margir bjó í Hollandi þegar að þetta að gerast líklega og það voru svo margir sem að sögðu við mann að það mundi í framtíðinni, þetta var óleyst mál vegna þess að það myndu vilja stækka NATO vegna þess að ríkinu allir kringur Rússland treysti ekki Rússlandi. Og þannig að það þýddi ekkert að segja þeim, býðu nú aðeins við og reynum að treysta Rússlandi sjá hvað kemur upp, en það var ekki einu sinni reynt að treysta Rússlandi eða hjálpa þeim til nokkurs heldur var bara keyrt beint í stækkunna sem ég held að það verið algjörlega óumflýjanlega vegna stemmingarinnar í löndunum í kringur Rússland. Og vildu komast í skjól. Vildu komast í skjól. Það var ekki tími til að búa til einhvern millileik, eins og stundum talaðum Úkraínu í dag, að búa til svona verja hlutleysi landana. Já. Það var aldrei á dagskrá á þessu tíma? Ekki á þessum tíma, en ég held að sem að Pútín hefur átt að sig vel á, það að tíminn vinnur ekki með honum. Því lengur sem þessi ríkir í sundur, því farra eiga þau sameiginlegt. Og það ekki neitt að gerast að þeir sem eru fæddir eftir 1980-90, að þeir ekki með enn tilfinningar til þessa stóra mikla Sovétveldi sem þarna var, eða þess að vera í sameiginlegu ríki. Þannig ég held að ungt fólk að það sjá að þetta allt öðruvísi heldur Pútín og hans menn. Og þetta gerir Pútín sér örugglega ljóst. Og það einu ástæðanum. Það sé neitt í viðbót sem varðandi Pútín og það tíminn vinnur ekki með honum. Það sem stendur Rússland þetta mikla hráefnahagkerfi. Hráefnaverðir í hæstu hæðum, hluta til út af hans framgöngu en það líka almennt talað út af síst og orkuskiptunum annars slíkt gasið, gífurlega spennandi því og fleirum. En það gluggi sem lokast.
vegna þess að með orkuskiptunum í Evrópu að það verður spurningin gas frá Rússlandi ekki stór eftir 10 ár. Þetta veit Putin. Þannig að það ýmislegt að gera hann kannski svona, hefur litið svo á að hann væri búin að bíða allt og lengi og með það uppfylla sína drauma það að búa aftur til þetta stóra Rússland sem hann sjálfur trúir á. Það lifir auðvitað hver maður í sínum heimi og það situr í mér það sem að mér var sagt að Angela Merkel hefði sagt svona fyrir kannski 3 eða 4 árum síðan. Hún gaf nú aldrei yfirlýsingar svona opinberlega aðra menn, en hún á að hafa sagt í hóp sinna stuðningsmanna að það sem var að gera sem Putin var það að hann var að hverfa algjörlega inn í sinn eigin heim. Og þessu tók hún eftir. Og það heimur sem að lítur allt öðruvísi út, heldur nokkur Úkraínumar myndu kannast við. Það einhver rússnesku stórveldaheimur og einhver óskaplega ósátt við hvað varðum þetta mikla veldi og hvernig það var niðurlagt á 10. áratugnum og í byrjun þessar aldar og svo framvegis. Og þetta kemur svo allt svona saman núna. Þú nefndir það að þetta sem sagt, margir, ekki bara Putin, sem með þessar hugmyndir. Að einhver leyti rússnesk pólitík háð inn á þessu að einu sinni voru við stór og mikilvægir en nú erum við það síður. Við þekkjum bara nágrann okkar Breta, þetta spilar svolítið inn í pólitík þeirra að vera svona fyrrum stórveldi og þeir viti ekki alveg hvernig þeir eiga að marka stöðu sína og hefur haft áhrif á þá, meðal annars bara Brexit og fleira má örglega rekja til svona að það ekki komið jafnvægið í það ákveða grundvelli stjórnmálinu að vera háð. Og þú nefnir hérna stórveldis hugmyndir Pútins og kannski skiljanlegt að maður sem búin að vera í þessari stöðu í 20 ár sé komið með stórmennskubrjálæði, hann aðeins endurmenn. En þetta rík hugmynd meðal Rússa almennt að við verðum að finna einhverja leið í okkar stjórnmálum sem að falla að hugmyndum okkar Rússland sem stórveldi? Nú þekki ég rússnesk stjórnmál ekki vel, ég tala ekki rússnesku og skil hann ekki. Og þannig ég myndi alls ekki halda því fram að ég vissi mikið það mál. Hins vegar hef ég á tilfinningun að Putin sé mjög ekstrím í þessum hugmyndum sínum og ég held að þeir sem allavega þessi kannski kannast best við eru þeir sem eru í efnahagslegu hlutunum, þeir sem reka fyrirtæki og annað slíkt, það birtist í þessum ritum sem ég les og aðgang að það mikla áhyggjur af þessari pólitík Putins. En það einhvern veginn hefur ekki tekist að finna neina leið til þess að há rússneska pólitík á neinum öðrum grunni heldur en þeim sem að Putin er búið til. Og við skulum athuga það að varðandi framtíðina líka, spurningin það hvort að hún verður hreint frá völdum eða ekki. Putin er mjög flinkur maður, það fer ekki milli mála. Og flinkir einræðisherrar, þeir búið til valdakerfi sem þannig sniðið að allir í valdakerfinu eiga allt undir leiðtoganum. Það að þeir hafa ekki svona sjálfstætt powerbase. Þeir geta ekki þeir reynlega hvort þeir lifið að deyja, þeir ríkir eða ekki ríkir, snýst bara sambandar við fóringjan. Og þannig rússneskt valdakerfi. Þetta veit maður að rétt fyrir utan þetta valdakerfi fullt af fólki sem ekki aðilar að því og getur hugsanlega verið þungavekta fólk ef umræður eða pólitík fær að vera á einhverjum friðsamlegum grunni. En það akkurat það sem Putin hefur passað upp á, sérstaklega á seinni árum. Og menn hafa tekið því að síðustu 4-5 árin hefur þetta mjög harðnað hans afstæð til allarar óeiningar og allarar gagnrýni. Þannig að hann fangelsar eða drepur þá sem eru á mótunum. Og eiginlega bara raðmorðingi. Og nákvæmlega þannig. Þannig að hann komin í þetta. Og við þessar aðstæðanlega engin pólitísk umræða, heilbrigð pólitísk umræða sem getur á sér stað. En maður tekur eins og réttur náttúrulega því sem að ungt fólk að skrifa í Vestræn Dagblöð núna, rússneskt fólk sem að rússneski vestræn fjölmiðlar hafa sambandi við, allt annað tónn. Heldur þetta frá Putin. Og það mjög mikið náttúrulega landflótti frá Rússlandi líka, fólk sem bara sér ekki tækifæri þar. En það sem hættulegt fyrir Putin það að hagkerfið sem að hefur annars verið að sniðið þannig að það gefur honum tækifæri til þess að útluta sífellt efnahagslegum tækifærum til þessar ólígarka og vina sinna. Þannig að hagkerfið byggist hreinlega upp á mjög mikilli fákeppni, það annars monopóli mjög víða. Þar verða til þessi fákeppnisförstar og allt það. Sem að mjög erfitt að komast út úr, þannig að hagkerfi sem sveigjanlegra, fjölbreyttara, opnar tækifæri fyrir fólk sem raunverulega kann og getur eitthvað frekar heldur en þá sem útlutað pólitískt tækifæri til. Slíkt kerfi gengur ekki upp til lengdar og það getur mjög sársaukafullt hvernig það rinnur. En 10. áratugurinn var slæmur fyrir Rússland og það
verið að fréttir í gærum að rúblan hefði fallið 20% út af hörðum þvingunaraðgerðum vesturveldana en það er eiginlega bara smámunir við það sem gerðist við rúbluna á 10. áratugnum, þar sem féll 90% á tiltölulega skömmum tíma. Pútín kemur inn eftir þetta og það kemur svona hagsældartímabil í Rússlandi og það er mikið traust á honum og líklega ég hef ekki síðan eitt sem að halda því fram að hafa verið eitthvað stórkostleg kostningasvindl í svona fyrstu 2 kosningunum en svona undanförnum kosningum hefur verið bent á að það er bara í gangi stórkostlegt þannig að hann er búin að ræna lýðræðinu. En á þeim tíma kemur hann inn sem sterkur lýðræðiskjörinn leiðtogi og sem að gossum að vegna þess að hvað hagkerfið fór langt niður og það bánsaði aftur þurft tilbaka og hann naut þess og var þakka fyrir það. Þannig að þó svo að yngri kynslóðin, yngra fólkið í borgunum, landflottar rússar tali ólíkt honum að þá voru við til þess í gær með rættu við Viktoríu Baksínu sem hafði verið í Rússlandi, bara þegar innrásin var og hún var að tala hvernig ættin sín bara klofnaði, bara leið og þá það var eiginlega, hún sagði ég veit ekki hvort að fólkið mitt verður ætti mín verður til þegar ég kem tilbaka af því að þetta er svo hatrum deila, það sem annars vegar stendur með Pútín sem hefur gert svona mikið fyrir okkur, ég stend með föðurlandinu, fólk algjörlega til í það sem hún hefði ekki reiknað með fyrirfram, hefði tekið svona einarlega afstöð í stríðinu og svo hins vegar þeir sem voru að reyna að knýja á frið og einhverja samfélagsuppbyggingu. Ég dveldur á því að ég held að Pútín hljóti fyrir heila kynslóð Rússa að vera mikil bjargvættur. Þegar við lítum hvað gerist árun 1990 til 2000, þetta er náttúrulega ekki bæði, þetta er pólitískt hrun, þetta er hrun á sjálfsmynd, hrun á menningu, þú uppgötar allt í það búið að ljúga þér í 30, 40, 50 ár, það hefur ekki verið orðamarkað sem sagt hefur verið við þig, þú hefur verið að berjast fyrir einhver sem reyndist algjör fals þegar á reyndi og svo hrinur efnahagslífið og það eru milljónir og 20 milljónir Rússa sem að þá í rauninni eru með eftirlaun sem að verða lægileg, verða ekki neitt. Fólk hreinlega getur ekki dreifð lífið á þeim penningu sem það fékk eða opinberir starfsmenn og annað slíkt. Síðan eru 20 milljóna manna sem missa vinnuna þegar allir þessu verksmiðjum er lokað og ríkisfyrirtækin hrynja. Þannig að við þar aðstæðu þurfti mann, kannski eins og Pútín, til þess að reyna einhvern veginn að ná þessu á strik aftur. Það reyna vandsið hvernig það hefði geta verið öðruvísi heldur að væri mjög sterkur og einarður leiðtogi sem að náði hilli fólks og gerði það. Þannig að það getur vel verið að saga verið skrifuð þannig í framtíðin að Pútín 2000-2008 eða eitthvað þess aftur hafi verið einstaklega heppilegur fyrir Rússland og hafi gert ýmislegt mögulegt sem að varandi framtíður uppbyggingu landsins. En ég er hræddur að hans blómatím sé alveg liðin og það sé kerfið sjálft sem komið í kreppu þar eða ekki. Og þetta er svo nefni varandi hrun í efnahagslífinu. Það áttur að taka á sig mjög margar og mjög stórkallalega myndir á næstu vikum og mánuðum. Þessi afleiðingar af þessu hrun í efnahagslífinu sem afleiðingar af því að Pútín einangraði Rússa með þessu stríði. En það er rétt að því hún nefnir þessa konu sem rússnesk konu sá að hafa það í huga að þó að Pútín eigi sér mikinn stuðning í Rússland og hafi lengi haft og eigi örugglega meðal eldri kynslóðinu ennþá talsverðan stuðning, að þá held ég að þetta stríð sé ekki beinlínis í þögn eins Rússa. Þetta er afskaplega órússneskt að margur leyti að vaða svona nágranna sínum og drepa þær fólki í stóran stíl fyrir einhver pólitísk prinsip. Rússar hafa vísu sögu eins og í Tékkóslóvakíu og Ungverjaland og annað slíkt. Og Georgíu. Já, Georgíu, en ég er ekki viss stuðning almennings við þær aðgerðir. Og ég held að stemmingin í Rússlandi hef alls ekki verið fyrir þessi innrás í Úkraínu. Þannig að ég held að fólk kannski trúir ennþá einhver leyti áráðusmaskinu Pútíns og allt það. Sá í dag til dæmis að þetta er orðið kennsluefni í skólum nú þegar. Það eru allir bekkir í grunnskóla voru settir í kennslu í morgunvist í útskýringum af hverju þetta væri gert og allt það og náttúrulega öll áráðusmaskinu, allir fjölmiðlar meira meira landsins eru í þessu þannig að fólk trúir þessu eitthvað. En ég held að sé ekki stemming meðal Rússa fyrir þessu. En það er þessi tími þar sem að Pútín er hinn sterki leiðtogi sem að reisir efnahag Rússlands við. Þannig var hann bara að tala hann á Vesturlöndu líka. En síðan koma þarna erfiðleika tímabil á eftir, það kemur náttúrulega bara efnahagshrunið og eitthvað fleira. Og svo þegar hann kemur aftur tilbaka sem forseti, að þá er svolítið eins og hann sé að leita að einhverju leið fyrir Rússland á alþjóðlegu vettvangi. Hann verður svona meira áberandi þar sem svona leikmaður.
við gætum skýrt það á svona sálfræðilegu grunni að það sé svona eðlilegt fyrir þróun einræðisherra að fá svona leið þegar búin að setla allt saman og tryggja völd sín innanlands, að hann vilji fara víða heim og breiða úr sér. Við þekkjum alls konar dæmi það. Gaddafi var út alla Afríku að láta gott af sér leiða að hann taldi og vildi taka þátt í mörgu. Þessi staða Pútins kannski svona frá 2014 alþjóða vettvangi. Hver hún? Er einhver lönd sem að halla sér upp að Rússlandi til þess að verja sig fyrir utan Sýrland? Ég held að sé mjög tilviljanakennt að því til að þetta hans pólitíkur alltaf verið dálítið opportunistic. Hann grípur tækifæri þegar hann sér þau. Þannig að þó að sé það benda ákveðin samband milli Rússlands og Sýrlands frá fornufari, að þá það svona dálítið tilviljun að það Sýrland sem hann hoppar inn í. Ég held hans í þessu á þessum tíma vegna þess að hann að bæði fyrir sjálfan sig og líka fyrir þó nokkurn hóp af sinni kynslóð hann að gera Rússland aftur að heimsveldi. Og ég held að bæði Sýrland og eins Líbía sem hann fer síðan setna inn í og ýmis fleiri svona minni ævintýri hafi verið út af því að hann raunverulega að gera heiminum það ljóst. Að þeir geta ekki komið fram í Rússland með þeim hætti sem það er gert. Þeir skuli héðan frá að taka tillit til Rússlands sem stórveldis. Og í þeirri hugsun þá hafa stórveldi í rauninni allt annað rétt heldur en venjuleg ríki. Og þaðan kemur þessu hugmyndum það að stórveldi hafa rétt til þess að hafa hlutlausa ríki í kringum sig, sem er rauninni ótrúlega fáránleg hugmynd þegar maður hugsar það, sérstaklega 21. öld. En það enga síður fastur í þeirri hugmyndum að Rússland hafi sérstaklega rétt sem þetta mikla stórveldi. Og það raungerist í afskiptum hans sem rauninni voru mjög vel heppnaðar frá hans mati í Sýrlandi. Hann bjargar ríkisstjórn frá falli og það allir ljóst að það var hann sem gerði það. Án Pútins að þá hefði Assad stjórnin líklega fallið. Og framrás Sýrland orðið kannski Líbía og Írak og Afganistan sem eiginlega bara lögleysis Já, sennilega. Það allavega ekki neitt augljóst dæmið þar út af því hvernig landið er klofið að það hefði getið komið neitt gott út úr þessu. En þetta er algjörlega skelfilegt stríð og skelfilegt framferði þessar stjórnar sem hann styður og gerir það bara köldu blóði. Og þannig að þá í rauninni Rússland komið aðra stöðu heldur en hafði áður. Það er engum sem dettur í hug lengur að setja semja algjörlega Mið-Austurlönd á þess að taka tillit til Rússlands. Það var ekki þannig fyrir 10 ára síðan. Það þurfti ekkert að horfa til Rússlands í þeim málum. Það er eins með Líbíu, það verður ekkert útkljáð það mál án þáttöku Rússlands. Þannig hann getur tróðið sér svona að borðinu. Nákvæmlega, og í krafti þess líka, það kannski annað með Kazakstan, það sem er mjög stór rússnesku minnihluti, en þegar það kemur upp mótmæli almennings í Kazakstan þá fer hann beint inn þangað og sendir rússneskar friðargæslusveitir til Kazakstan. Þannig að það er ljóst að þetta er her og það er það sem gerir svolítið erfitt fyrir hann núna hvað gengur illa í hernaðinum. Það hafa komið svona ákveðin hugmyndum það rússneski herinn var eitt svo best í heimi. Og hann út af þessum árangri sem hann náði í Sýrlandi með tiltölulega litlu mannafla sem hann reynir síðan ekki alveg vera henni staði fyrir öllu leyti. Þannig ég held að þetta hafi búið á bakvið þessari þetta sé psykológi einhverju leyti en hún er miklu djúpstæðir heldur en svo þetta sé einhverjur órar eins manns. En hefur Rússland svona efnahagslega burði til þess að vera í þessari stöðu? Nú ef maður ber Rússland saman bara við eitthvað, Bandaríkin eða eitthvað, að þá Rússland bara brota því sem Sovétríki voru. Á hápunkti Sovét var Sovétríki kannski þriðjungurinn af Bandaríkjunum en Rússland í dag er bara eins og Ítalía. Það er mjög erfitt að nota þessar tölur. Mér skildi aðtúa það að þegar talar um þjóðarframleiðslu að þá stundum rétt að leiðrétta hana fyrir annað verðalag. Þannig að $1 í Moskvu hleypir lengra heldur en $1 í New York. Það er eins og alveg ótrúlegt að horfa á það að þjóðarframleiðsla Rússlands, hún er ekki meira heldur en sameiginlega þjóðarframleiðsla Norðurlandana. Og það sem er ennþá ótrúlega kannski fyrir Íslendinga er það að þjóðarframleiðsla Rússlands er lítið meira heldur en þjóðarframleiðsla Suður-Kóreu. Og Suður-Kóreu er minna en Ísland. Þetta er lítið ríki. Þannig að þetta er ekki sterkt hagkerfi og það sem verður alveg ljóst að maður lítur líka á uppbyggingu rússneska hagkerfisins er það er mjög einhæft, mjög lítil sveigjanleiki í því og það er algjörlega háð þessum tiltölulega einfalda búskap með auðlindir og það er upplagt kerfi náttúrulega fyrir þá sem vilja ráða í pólitíkar að hafa auðlindir til að deila út með sinna manna. Aðeins áður en að ég ætla að spyrja þau mikilvægi Úkraínu fyrir Rússland að þá
á svona umliðnum árum að þá hefur Rússland verið svona ógn í vestrinu, verið sakað að hafa skipt sér af kosningum í Brexit og í forsetakosningum í Bandaríkjunum og verið svona vondimaðurinn í umræðunum. Hefurðu trú á því að Rússland sé svona viðvarandi ógn við Vesturlönd, hafi afl og getu og vilja til þess að grafa undan lýðræðinu, magna hér upp hérna þannig að þjóðirni sinnaðir popúlistar náðu völdum í Bandaríkjunum og í Frakklandi og þessi með svona neta sem eru að styðja þessar hreyfingar? Ég held að það fer algjörlega til hverju stjórnar Rússlandi. Ég held að þessi tilraunir Pútins til dæmis til þess að hafa áhrif á kosningar á Vesturlöndum hafi verið ekki skilan enn í rauninni. Og mikið þessum tölvuglæpum og annað slíkt, þetta enga framtakur eitthvað heldur að sé algjörlega þrautskipulagt held í rússnesku leyniþjónustunni. Þannig ég held í rauninni semst ef að kemst eitthvað almennilegt eðlilegt stjórnarfar á í Rússlandi þá sé alveg út í hött að hugsa Rússland sem einhver ógnun við Vesturlönd. En núna í dag? Nei, ég held ekki. Ég held að ógnunni við Vesturlönd hún stafir innan frá. Hún kemur ekki utan frá. Og það held ég stóri misskilningurinn í vestrænni pólitík sem stendur. Það reyna að finna einhverjar utanakomandi skýringar að því uppgangi þessar afla sem hafa átt sér kjósendur greinlega í milljónatali við á Vesturlöndum. Eins og allir bara Trump við vorum bara það fyrirbæri. Það kemur Rússlandi nákvæmlega ekki nokkuð skapalegt við og engu utan Bandaríkjanna við. Og það eins má segja mörg önnur ríki sem að í Evrópu sérstaklega. Brexit og uppgangi hægri sem það populista á meginlandinu. Nákvæmlega. Pútin kom hvergi það nær og engin utanakomandi. Þannig að það að gera Pútin og Rússland það svona gríli í þessum málum kannski afleiðing af því að hluti þessar landa getur ekki horfst í augu við. Já, þetta ósköp mannlegt. Það alltaf einfaldar og við veitum það bara sjálf í okkar eigin lífi. Það miklu einfaldar að finna einhvern til þess að kenna okkar ófæri heldur en okkur sjálfum. Eins og Pútin gerir. Eins og Pútin gerir, til dæmis. Herðu, Úkraína fyrir Rússa, hvað geturðu skýrt það fyrir okkur? Annars vegar hversu náinn þessi tvö lönd eru eða þessi tvö svæði. Og svo hins vegar kannski með þróunina, einhvern veginn ólík þróunin frá hruni Sovétríkjanna á þessum svæðum eitthvað? Hvað er Úkraína fyrir Rússum? Ég örugglega ekki besti maður á Íslandi til að svara því. Það eru margir sem vita miklu meira það heldur en ég. En það blasir við mér þannig að Rússar líti á Úkraínu sem mjög nána bræðraþjóð. Og Rússar teldu flestir kannski að það væri bara ágætt eða það eru saman í ríki og allt það. En ég held að svo tilfinning sé frekar jákvæð heldur en neikvæð. Og þeir líti ekki á Úkraínu sem ógn eða eitthvað sem þarf að díla við með hervaldi eða eitthvað þess áttar. Þannig ég held að það kom ekki til, en tengslinn eru þetta gífurlega mikil. Ég menn við sjáum allir bara með Zelenski, hans móðurmálur rússneska. Og það er mikil fjöldi Úkraínumanna sem núna er í framlínu að berjast gegn rússneska hernum sem eru fólk sem er mjög náið Rússlandi og rússneska ættingja og allar fjölskyldur í landinu eru blandar af þessu. Þetta er ekki þannig að það hafi verið algjörlega klofið eins og þeirra trúarbrögð skilja á milli. Þetta er ekki þannig. Trúarbrögð blandast ekki inn í þetta þó þau gerir það vísum með mjög kynntum hætti núna vegna þess að það er mikla deilu milli rússnesku réttrúnaðarkirkjunnar eða patriarkans í Moskvu hvort að hann hafi yfirvaldið rússnesku réttrúnaðarkirkjunni sem að samkvæmt ríkisstjórn Úkraínu hann hefur ekki og svo framvegis. Það er búið að grassa núna í 1 ár og skiptir hennar talsverðu máli þarna fyrir austan en það er svolítið flókin saga. En ég held að löndin hafi þróast eins og við mjög ólíkum hætti. Það er innluti spurningarnar hjá þér að því leyti til að Pútín hefur dóminerað og hans aðferð við að stjórna og hans aðferð við að byggja upp efnahagslíf hefur dóminerað algjörlega í Rússlandi. Það sem til að byrja með var þetta algjörlega stjórnlaust í Úkraínu. Það var engin í rauninni pólitísk þungamiðja í úkraínsku stjórninni nokkuð tíman fyrir en kannski er að myndast eitthvað núna. Og þetta voru þessir ólíkarkar eða fákeppnisförstar sem í rauninni réðu öllu pólitískt líka. Skulum ekki gleyma þessum mismunvegna sem skiptir máli. Ólíkarkarnir í Rússlandi stjórna ekki pólitíkin í Rússlandi. Pútín hlustar á það þegar vill, hann notar það eins og honum sýnist, en þeir ráða ekki hvað Pútín gerir eða rússneska stjórn. Þeir með auka svo framalega sem er hlýða honum. Nákvæmlega, og eru tilbúin að gefa honum milljarða þegar dollara þegar þarf á að halda eða styðja einhver verkefni, ég vil við á ríkisins því það skipta og alls konar og þannig. Þannig að þeir eru þjónar Pútins en ekki einhverju aðilar málinu. Í Úkraínu eins og var þetta miklu meira bardaði milli ákvæmna ólíkarka það að ná algjörlega völdum. Og síðan spurningum það hvort þið liðu þennan eða hinn og þessi fengi að gera þetta og svo framvegis. Þannig að það vantaði þetta miðstjórnarvald og vantaði þess að festu í miðjuna sem meðal annars örugglega hefur gert það verkum að menn töldu ég vel
fyrir nokkrum árum síðan að spiltasta embættismannakerfi á jörðinni væri það úkraínska. Það var alveg niður í lægstu skrifstofur og niður í bara göturlögguna, það var bara spilling allstaðar. Við þar aðstæða þá þroskast pólitík ekki og við þar aðstæða getur efnahagslíf heldur ekki náð neinum skriðþunga. Þannig að Úkraína var í mjög slæmum málum held ég. Og Liggur bara flöt eða eftir hrunssovét ennþá. Það samt held ég síðustu 4-5 árin hafa hlutinu verið heldur og leiðir rétt átt. Þannig að það hefur tekist að draga eitthvað úr spillingu. Hagkerfið eitthvað tekið við sér en þetta samt óskup að sjá þetta og ástæðan fyrir þetta og við lítum til þess að það. Ég held ég munaði rétt. Þegar að Sovétríkin fjallu hafi verið 50 milljónir íbúa í Úkraínu. Ég held sé 41 milljónur. Þannig að það eins og bara öll Svíþjóð sem farin. Og einhver letir þetta út af... Og ef maður skoðar aldurspíramítana þá sér maður að það fólk á vinnualdri sem að fara. Mjög sorglegt að horfa á og maður sér alveg hörmungarnar. Og við erum svo heppin að fengið svolítið að fólki yfir Úkraínu hér á Íslandi. Og tökum ekki sérlega vel á þeim, ég vil nú skjóta því inn að þetta oft fólk sem að vinnur hér á takmörkuðu dvalarleyfi sem háð vinnuveitandanum sem að færa það. Geta vunnið hér í max í 1 ár og fikið framlengingu 1 ár en verður svo að fara aftur út og 2 ár. Dvöl hér veldur ekki því að þú getur saminað fjölskyldur þannig að fólki fær engan rétt Þannig að ef Íslendingar vilja fara að gera vel við Úkraínumenn þá ættir að leita að Úkrænumennunum á Íslandi og veita þeim varanlegt dvalarleyfi eða eitthvað lengra. Þetta saga sem segir heilmikið Ísland en ekkert Úkraínu. Því þetta yfirleitt duglegt og gott fólk sem hefur staðið sig vel annar staðar og eftirsótt jafnvel í vinnu og einhverja milljónur heila komið til Pólland sem að tekið við störfum sem að Pólverjar hefði ekki áhuga á og flytið fyrir ekkert til Íslands og svo framvegis. Þannig þetta svona ákveðin hringrás þarna í gangi. En ég held samt að flestir, hvað sem mann horfa hagfræðilega á hlutina eða pólitískt, hafi litið svo á að síðustu 2-3 árin hafi hlutinni verið frekar í jákvæða átt í Úkraínu. Og ég held að það sé engin tilviljun að það í kjölfara slíkri þróun sem Putin grípur til sinna úrræða núna. Ég held að þetta hugsa stærstu ógn sem hægt að ímynda sér við veldi Putins í Rússlandi að það Úkraína sem gengur vel, sem lýðræðisleg, tiltölulega óspillt, það sem að bæði atvinnulíf og þjóðfélag fara að þróast af innrið þrótti. Það martröð fyrir Putin, vegna þess að það alltof út af þessum tengslum sem þú varst að ræðum milli landanna tveggja, að þetta eitthvað sem að milljónir samtala á hverjum degi geta átt í stað milli landanna tveggja hvernig þetta gengur og menn sjá með ritskoðun allt í gangi, það færi þetta ekki fram hjá Rússum ef Úkraína væri að ganga upp og það mikil ógn við Putin. En í átökum ólígarkana í Úkraínu þá var svona þjóðernishyggja notuð. Úkraínsk þjóðernishyggja sem að leita á rússneska minnihlutann sem ógn og svo öfugt stuðningur við Rússa og þetta sveiflar svona á milli. Kanntu að segja til hvort að þetta hafi klofið landið að þetta valdi því að stjórnmálin hafi ekki kannski náð að fjalla það sem þau eiga að gera sem að byggja upp gott og gjöfult samfélag. Já. Það var einhvern sem sagði að þjóðernishyggja væri síðasta vígi þess sem hefði ekkert fram að færa. Og það held ég að sé líka þarna og því miður þá hefur orðið, og það ekki vafa því að það rétt hjá Putin þegar hann talar þá komið ankanlega frá honum, að það hafi verið nasistarhreyfingar og það hafi verið alls konar mjög óskemmtilega hreyfingar sem átt sér stað og orðið til í Úkraínu. En það raun að saga alla Evrópu og ekki sérstök fyrir Úkraínu. En þessi þjóðernishyggja í Úkraínu held ég að sé tiltölulega ný í því svona pólitíska intensity sem hún ætti að það ráðstöru auðvitað eitthvað sem hefur alltaf verið þarna. En þessi tilfinningum það við erum þetta og ekkert annað, það held ég sé tiltölulega nýtt. Stríðið er náttúrulega magnað það. Stríðið magnar upp úr öllu valdi. Ef við hugsaum til þessum bara þjóðir, hvað margar þjóðir sem hafa orðið til á vígvellinum. Það bara stór hluti þjóða í heiminu sem hafa orðið til í stríði og á vígvellinum. Vegna þess að þjóðarvitundin kviknaði þá. Til dæmis interessant að það eitt fræðumaður sem hélt einhvern tímann fram að á vígvöllunum í Gallipoli og Dardanella við Bosporusund hafa orðið til 3 þjóðir. Svo tyrkneska sem hafa aldrei verið til áður, því að partur á Ottomanveldinu, svo ástralska vegna þess að breska heimsveldi beitti fyrst og fremst fyrir sig tugum þúsunda ástralíumanna og svo Nýja-Sjálandi og Nýja-Sjálendinga fyrir sig þar og þeir fjalluð þúsundum saman frá þessum tiltölulega fámennu löndum í fáránlega baráttu fyrir breska heimsveldið á ströndum Tyrklands. Og upp úr því byrjaði þjóðarvakning í Ástralíu og Nýja-Sjálandi og hvað þá þegar einhver ræðst inn í þetta eigið land, hvað áhrif það hefur.
Herðu, það forsagan að þessu, að innrásin ég ekki að réttlæta innrásin, en hún afleiðing af stigmagnandi deilum milli Rússlands og NATO og Bandaríkjanna útþenslu NATO. Og NATO gefur út yfirlýsingu að vilja fara austur og Pútín svarar því, meðal annars með innrásin í Georgíu. Þetta ferli, hægt að horfa á það tilbaka og segja að NATO hefði gert mistök í þessu, að það hefði átt að gera þetta með öðrum hætti? Já, ég held ekki á því. Ég held að það hefði verið mjög afdrifarík mistök gerð bæði hvernig menn umgengust Rússland á 10. áratugnum, loka áratug síðustu aldar og síðan þegar kemur fram á þessa öld, þá aftur og aftur er komið fram við Rússa ákveðnu hörku. En það verður eins og að hafa það í huga að það ekki Atlantshafsbandalagið sem ákvað að færa þetta til austurs. Heldur voru það kröfur frá ríkjum sem vildu komast inn í NATO af því að treysta ekki Rússlandi. Það var ekki NATO sem að krafðist þess að Eystrasaltslöndin eða Pólland gengu í NATO, þvert á móti. Margir sem að Hvað á svona austurförin að segjum að væri hópur inn í Rússlandi sem að myndi berjast fyrir því að Rússland gengi í NATO? Ekki eitthvað starf sem að NATO segja bara nei takk? Nei, þá máli leyst. Því það var draumur sumra var það upp á 1990 að Rússland gengi í NATO. Það voru 2 skólar sem voru svolítið ábyrjandi þá, sem mann eftir frá Þýskalandi og líka Hollandi sem mann ræddu í fullri alvöru. Það var annars vel ekki að NATO niður og hins verið að stekka það svo mikið að það væri algjörlega... Þannig að það eru allir í NATO eða enginn. Og þetta voru alvöru stjórnmálamenn sem voru að tala þetta í mann eftir í hollenska sjónvarpinum. Þetta væri draumurinn og það að Rússland gengi í NATO og þar með yrði þetta svona eins og öryggisbandalag meira svona eins og ÖSE. Eitthvað svona vettvangur þar sem allir hittust og díluðu öryggismál frekar heldur en eitthvað sem hefði raunverulegt friðarbandalag. Já, einhvers konar friðarbandalag, öryggisbandalag. Þetta var stóri draumurinn og mikið óskaplega væri heiminum betri ef það hefði tekist. En það tókst ekki og margt að kenna og eitt af því raunar sem er rétt að segja þannig að halda öllu til haga það að stjórnmálamönnum á Vesturlöndum sem að gengu í það að samþykja strax aðild þessar landa að NATO að þeir voru undir gífurlegum þrýstingi frá minnihlutahópum frá þessum löndum. Til dæmis í Bandaríkjunum, þar sem að allir Pólverjar og Baltar, allir vildu lágu í þingmönnum að það samþykja eins og skot að þessar landa að NATO. Og ég held að til dæmis á Íslandi hafi örugglega verið 99% stuðningu við þessu land færi inn í NATO þegar þau gerðu það. Þannig að það vildi allir hjálpa þeim. Og það var búin til ákveðin ógn úr Rússlandi sem þurfti ekki verða til, en varð til. Þannig að þetta er saga sem er mjög erfitt að segja hvernig hefði getað farið öðruvís en alveg ljóst hún fór illa. Þetta leiddi Pútín út af með því yfirverpi útþenslu NATO réðst inn í Georgíu og tók sig Krím. Þetta er allt saman sem hann segir að séu viðbrögð við ásælni vesturveldana. Hann er rétt fyrir sér í einu í þessari grunnforsendu sem hann gefur sér það að þetta séu svik. Það eru það. Það er alveg ljóst að James Baker til með utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann ræddi við Gorbatsjov og leiðtoga Sovétríkjanna á sínu tíma mjög frjálslega það að NATO myndi ekki færast neitt austur. Í rauninni það var spurningin alltaf tíma það hvort að þegar Þýskaland er sameinað, ef Gorbatsjov féllist nú á sameiningu Þýskalands, sem hann og Margaret Thatcher voru helsta mótið sem haldið því til haga, það var ekki allir sem töldu þess sjálfsagt að Þýskaland sameinast. Þegar að það er verið ákveðið það, þá er þetta spurningurinn hvort að NATO muni koma fyrir herdeildum í Þýskalandi, í Austur-Þýskalandi. Og Kohl lét svona í veðri vaka að það myndi ekki vera komið fyrir neinum eldflaugakerfum en einum hættulegum búnaði í austurhluta Þýskalands. Hvað þá að Pólland gengin í NATO eða Baltísku löndin eða Tékkland og Slóvakíu og allt þetta, það var ekki einu svona í augsýn einhvern veginn. Þannig að þetta gerist alls mjög hratt og eðlilegt. Ég held til dæmis ef maður hefði verið sjálfur í Eystrasaltslandi, ég tala nú ekki til dæmis í Eistlandi þar sem að 40% íbúina maður rétt voru þá rússnesku mælandi og þá hefði maður heimtað að fá bara í NATO og viljað það. En það hættulega sem öryggisbandalög og öll bandalög gera og það sést í báðum heimsstyrjöldunum að það er það að garantera öryggi ríkja sem það geta ekki garanterað. Og það var það sem að í rauninni gekk fáránlega langt hjá mörgum vestrænum stjórnmálamönnum sem gáfu til kynna að Georgía geti gengið í NATO. Það var mjög hættulegt og það var verið að leika sig eldið þar.
og þannig að það var ekkit óeðlilegt í sjálfu sér við það. Og ég spyrja, leika sér að eldinum, það vegna þess að við verðum að taka tilliti til stærðar Rússlands og stórveldistrauma þeirra, eða verðum við bara að taka tilliti til þess að þetta herveldi sem á næstum helminginn af öllum kjarnorkuvopnum í heiminum og við verðum bara að beygja okkur undir það að þeir sem eru með mæta á skólalúðina með það í vasanum, að það verður bara að umgangast af öðruvísi en annað fólk. Það sem ég svolítið skiptir mestu máli í pólitík, maður nálgast þessu hluti, að það er ekki hvernig maður vildi heiminu væri, heldur hvernig hann og þetta staðreyndið sem þú segir, það er meira hluti allar kjarnorkusprengju í heiminu væri í Rússlandi og enn. Þannig að þú verður umgangast það með ákveðnum hætti. Og þess vegna eitthvað ævintýramál með eins og Georgíu eða eitthvað þess áttar eru ekki sniðu. Það tókst að taka Eystrasaltslöndin inn í NATO án þess að það vekti þau viðbrögð í Rússlandi að illt aflítist og það tókst með Pólland og tókst með hinn löndin og allt það. En það rauninni verið maður að skilja það að þetta þótt ekki sjálfsagt af Rússum. En þá erum við líka teflaði fram á móti að þetta þetta náttúrulega dálítið sérkennilega kenning með það að Rússland þurfi einhverja buffer í kringu sig, einhvers konar stuðpúða í kringu sig. Það er nú til kenning á vesturkvelinu, hún kenningin, svo elsta sem eru það að það skulle enginn ná fótfestu á vesturkvelinu nema með velvild Bandaríkjanna. Já, vísu var stór hluti vesturkvæl sem sá undir stjórn evrópsku nýlenduveldana. Þetta var kenningi snýrst það að það mætti ekki hafa neinn frekari afskipti af Ameríku. Þeir liðu það sem þetta Bretar og Frakkar áttu allar eignar á Karibahafi og landa og... En enga ásælni. Enga ásælni. En þetta var 19. öldin. Og ég vil að 20. Kúpudélan sneri svolítið þetta. Jú. Óbeint. En ég held að hún hefur verið svolítið psykológiska mörgu leiti vegna þess að ef það kemur til kjarnorkustrís, það skiptir ekki máli hvort að flugurnar kom frá Kúbu og Rússlandi. Þetta eru flugar sem fljúga út í geiminn og eru eiginlega vonlaust að granda. Þannig að fjarlægið skiptir ekki allir máli í því. Þannig en pólitíkin bara þannig að hún fer út í svona psykológiska hluti og það eins núna að með Kína til dæmis að Kína umkringt að eigin mati og sögulega séð af óvinnum en ekki vinnum þannig að það eina ástæðan fyrir eitthvað Kínverjar hafa lagt óhemmi mikla áherslu á það að þenja þessu út eins mikið þau geta á hafsvæðum í kringum Kína því þeir upplifa nágranna sína sem hostile sem sögulega óvinnismæður svo sem maður lítur á söguna. En þannig maður komin í kenningar sem og hugmyndir, þetta með bufferzone eða með stuðbúðana, sem maður getur ekki samþætt á 21. öld. Hún virkar mjög annarlega. Og svo líka náttúrulega spurningin það hvernig í óskopunum þetta réttlæta það, að segja við Úkraínu, nei, þið eru þannig ríki, þeir eru svo nálægt Rússlandi, að þið hafið ekki rétt til ráð ykkur sjálfur. Af hverju? Þú þarft að finna einhverja mjög sterkar varnir fyrir því en staðrindin bara einfallega svo það að því Rússland og kjarnorkusprengjur. Það er ekki filosófisk og það er ekki prinsip ástæð eða siðferðilega ástæð fyrir því að menn gætu fallist á það að Úkraína gengi ekki í NATO eða eitthvað annað heldur bara þessi veruleiki. Herðu, má ég taka smá útúrdúr sem kannski ekki útúrdúr. Þessi stækkun NATO og svo Evrópusambandsins til austurs hefur það breytt svona karakter og sjálfsmynd svona Vesturlanda það kannski áður voru þau í nafni svona frelsis og líðréttinda samfélagi voru hægt og bítandi að þróast í rétta átt en núna víða í austrinu verið að vinna gegn kvenréttindum, almennum mannréttindum það bara svona ríki sem maður þarf ekki að vera það eru bara mjög nálagt einhverjum svona fasískum tendensum og inn í NATO eru náttúrulega með Tyrklandinga sem á hraðleið til einhver svona fasisma. Hvaða áhrif hefur þessi austursókn og þessi svona breyting haft svona á sjálfsmynd og karakter Vesturlandabúa? Ég held að segja strax eitt að maður hugsa út frá Íslandi. Þetta mál lítur svolítið öðruvísi út í íslenskum fréttum heldur en í fréttum í Þýskaland eða Hollandi eða Bretlandi, kannski ekki Bretlandi en meira Þýskaland og Hollandi því ég les blöð stundum þar líka. Þar er ekki talanett Bandaríkin, eins og séður heila ekki aðeila málun. Þetta er Evrópumál. Þetta er Evrópusamband. Og trúir því að svo sé að Bandaríkjamenn séu ekki virkir gerendur og... Bandaríkjamenn það komin ákveðin skil hann á milli og það raunin það sem þetta fiska eftir held ég.
það skil á milli NATO og Evrópusambandsins. Það þýðir til að öll ríki Evrópusambandsins líklega nánast nema Finnland og Svíþjóð eru í NATO. En í NATO eru líka Bandaríki sem hafa haft algjört forræði fyrir því. En þetta eitt af það sem gerist held ég á tímum Trumps í Bandaríkjunum. Það að þróunin til þess að Evrópa standi saman sem sér fyrirbæri og hún hefur stórlega aukist og merkjanlega aukist á mjög mörgum sviðum. Og það sem hefur gerst núna, og til dæmis í COVID var eitt af því sem ítt undir það, þótti mjög vel hefna hvernig staðið var að samvinnu varandi COVID og þetta tengir mjög huglengur að fara að sína hvort leiðinni því. Núna með Úkraínudeiluna, þá kemur í ljós að Evrópuríkin 27, þau standa öll saman. Meira að segja Ungverjaland ákvað að vera með. Þannig að það fullkomin eining þar og það ferum evrópsk stjórnmálamenn sem að staðið þessari endalausu gagnrýni á Evrópusambandi og allt því að kenna og svo neikvæðu umræðu að það einhver svona voru lofti í þeirra hugum og þetta hefur verið... Og meðal annars að það sé að íta Bandaríkjunum svolítið til hliðar. Það sorgarsaga fyrir mjög marga. Það sem ég tók eftir í Þýskalandi var þegar Trump komst til valda að það brotið traust og traust byggir ekki auðveldlega batur. Það hreinlega meira sem Merkel sem að segja nú aldrei neitt stórt yfirleitt og þú lítur á hennar feril og lítur á það sem hún hefur sagt að það ekki efni í bók. Hún mjög fátt sagt. En þetta sagði hún þó og hún sagði að Evrópa yrði að gera sér ljóst að það veri ákveðin kaflaskil í gangi. Evrópa yrði að sjá sig sjálf. Og Macron náttúrulega Fraklandi bjóð til úr þessu koncept með það fullveldi Evrópu sem væri þá ekki það saman svo við ekki haldt undir Bandaríkin endilega eða ekki treysta Bandaríkin. Þannig að það held ég stóra sagan varðandi Evrópu það að þetta mál hefur reynst verið Evrópumál þess að þarf hún ekki sérstaklega mikið Bandaríkjunum að halda. Og þá kemur að því sérstaka að það sem að Putin reynir að gera sífellt að sniðganga Evrópu. Þannig að hann segir þetta bara mál milli Bandaríkjunum og Rússlands. Og hans lausn á þessu máli á hvað hann hefur haldið fram. Það setja að leysa máli bara Bandaríkin og Rússlands hittast. Og akkurat við verðum að tala við einhver undir sáta þeirra í Evrópu. Þetta línan frá honum. Þetta lítur ekki þannig út í Evrópu. En það þess að hann vil ekki sterka Evrópu? Jú, akkurat sko. Ég vildi samt taka að því að sagði að Bandaríkin kem ekki inn í þetta og þetta skipti ekki yfirlega máli varðandi SWIFT. Að gjaldmiðlinn í SWIFT-kerfinu dollarinn. Þannig að SWIFT eitt og síðan svo staðreynd að það dollarinn sem þarf á að haldi því og ekkert sem að getur komið í staði fyrir það einnig fyrirsjáanlegri framtíð. Þannig að þetta skiptir Bandaríkin gífurlega miklu máli. En ég tek líka til því að fyrirtækinu, allir þessu stóru fyrirtæki sem hafa verið að losa stöður í Rússlandi, hafa lýst hefur þessi hætt að vinna þar, að selja eignir sín, ég vil fórna eignir sín, bara fara í burt og bara loka. Þetta yfirleitt Evrópusambandsfyrirtæki. Eins og 2 olíufyrirtæki sem þeir hafa gert, Shell og BP. Það eru 2 stærstu olíufyrirtæki í Evrópu. Og ýmis fleiri fyrirtæki sem ákveða að slíta sambandi við Rússland. Og efnahagslega séu það annað líka. Það var undir Úkraínu að ég held að þessi 40% af öllum viðskiptum Úkraínumanna við Evrópusambandið. En ekki nema innan við 10% af Rússland. Þannig efnahagslega séu það skiptir Evrópusambandið miklu meira máli fyrir Úkraínu heldur en Rússland. Og Bandaríkin skiptir engum máli því það sáralítill innflutning. Kínverjar skiptir meira máli heldur en Bandaríkin í hagrænum skilningi. En maður hlustar vel á utanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins að þá heyrir maður þetta svolítið. Það sem að tala að þessi deila sýni nauðsyn þess að við stöndum með vinaþjóðum okkar í NATO og Evrópusambandinu. Þarf hún þarf að segja það og það segir í Evrópska efnahagssvæðinu. En það sýnir náttúrulega þess að þú ert að lýsa að forræði málsins svo mikið að þú gætir ekki sagt þessa setningu bara með NATO af því að það væri... Nei, það virkar ekki trúverðugt, en ég held kannski að gera það á Íslanda því að Evrópusambandið svo lítið umræðinu hér. Ég heyrði þetta, ég var að hugsa, kannski líður að því að Sjálfstæðisflokkurinn leggur til inngöngu í Evrópusambandið út af þessu. Það sé að verða til einhver heild sem við verðum að tilheyra. Já, þú ert sérfræðingur í íslenskri pólitík ekki. Við erum bara gafur að lesa undir textan. En nú erum menn að kasta fram alls konar, það náttúrulega stríð í gangi og menn að kalla hvernig getur þetta mögulega, hver getur mögulega lausn verið á þessu. Eitt sem hefur verið nefnt á að Rússar fallist á að Úkraína verið hlutlaus og það þýðir að NATO farið ekki inn, en Úkraína gangi í Evrópusambandið. Heldur að Putin geti sett sig við það að Úkraína myndi tengjast Evrópu og efnahagssviðinu gegn því að þarna yrði ekki her í NATO. Ég held þó það hljómundarlega.
að þá Putin hrættari við Evrópusambandið heldur en NATO. Þannig ég held að hans Út af þessu svo að lýsa á þannig að það verið efnahagslegu vöxtur í Úkraínu. Þannig að opið hagkerfi, mannréttindi virt, evrópsk viðmið út allt. Það bara allt of freistandi fyrir Rússa að horfa það við liðin á sér í landið sem svona nátengdum. Þannig ég held að Óti Putin sé þetta og hann vill þess vegna alltaf reyna að færa þetta yfir til Bandaríkjanna en ekki Evrópusambandsins. Ég held eins og hvað er lausnin á þessu, hún fer náttúrulega eftir hvernig stríðið fer. Og það er raunin mjög sérkjald hvernig stríðið hefur í raunin spilast fram að þessu. Og það er eitt að því fáið sem hættir að segja jákvætt þó þetta stríð er það að Rússar hafa fram undir þennan tíma. Við erum á 7. degi í dag. Ekki beitt kannski sér að fullum þunga með sín þyngstu vopn eins og eldflaugakerfi gegn borgum í Úkraínu. Ekki látið sprengjur rigna yfir borginnar. Það er eins og bendir ýmislegt til að sé að byrja á því núna. Það sem hefur komið á óvart er það í fyrsta lagi að rússneski flugherinn náði ekki yfirráð með lofthelgi Úkraínu. Það er raunin mjög skrítið. Ég hef ekki fundið neina almennilega skýring á því hvernig það stendur að rússneski flugherinn náði ekki að sprengja upp all loftvarnamannvirki, alla flugvelli og alla flugvélar Úkraínumanna. Ég hefði álítið að það hefði verið á færi rússneska flugur sem skera það. Af hverju hefur ekki gert það ennþá, það veit ég ekki. En hins vegar annað sem hefur vakið ennþá meiri athygli og það er það að hvað birgðaflutningar Rússar eru lélegir, hvað samhæfing milli hersveita er léleg, samskiptakerfið þeirra, hvað mikil upplausn og confusion, hvað mikil óviss, glundróði í gangi. Þannig að þetta er ekki sá rússneski her sem enn bjökust við. Kannski rekord í gangi, heyrði nú einhver svona herrfræðingi verið að segja það, að menn skildi ekki lesa of mikið í svona vanganda. Það menn eru bara að koma sér fyrir og menn eru bara rólegir og svo bara gætið ykkar þegar þeir fara í gang, þá vil ekki hitta þetta. Nei, akkurat. Ég er svolítið hræddur með það séð mikið til í því. Svona spurningum stemmingin á Vesturlöndum er svolítið svona að auknar þvinga lausnin á stríðinu og leiðina friði er að Pútín hverfi, að þvinganinnar, að viðskiptaþvinganir og alls konar aðgerðir að niðurlægja Rússa með því að reka það út úr íþróttahreyfingunni og senda hljómsveitarstjórana heim og allt þetta leiði til þess að það grafist undan Pútín og hann falli og það sé leiðin að friði. Finnst þér þetta líklegt að nú eru Vesturlönd oft reynt að vera með svona skipta valdhöfum út? Íraksstríðið snerist það, Líbía, CIA hefur gert valdarán út allan heim og finnst þér það líklegt að það sé mögulegt að það gerist bara á næstu dögum og vikum? Nei, ég held ekki. Ég held að þetta er stemmingin á Vesturlöndum. Hvað veldur því? Það er bara því að þetta er einfalda stemmingin. Við verðum að gera eitthvað. Ég tekið til og með ég sá á Facebook að menn voru að spyrja okkur í óskopunum er ekki búið að senda her til hjálpa þeim eða eitthvað þess að okkur er ekki að vera að gera þetta og gera hitt sem eru stór hættulegar aðgerðir. Þannig að fólk vil gera eitthvað og það hefur mjög náttúrulega kannski ekki miklu hugmyndur hverju afleiðingar af slíkum gjörðum yrðu sem getur hálfu skelfilegri heldur en þetta stríð sem við sjáum núna. Þannig að það er eins gott að menn fari varlega og það er bara veruleiki málsins. Þetta er svo graf alvarlegt mál. Ég vil þó maður ekki hugsa bara úkraínsku þjóðina að vera komin í stríðsástand við stærsta kjarnorkuveldi heimsins. Ég held eins og með valdakerfi Pútíns að það er enginn sem veit núna, ekki til maður sem veit hvernig þetta fer, hvernig valdakerfið gæti hugsanlega hrunið. Sjálfur þá var ég fyrir þeirra reynsla, ég skrifaði doktorsritgerð Indónesíu, þannig ég átti að vita meira en flestur indónesk stjórnmál, tengsl hagkerfisins við stjórnmálakerfið. Svo er ég búin að þessu og það er einræðistjórn þarna sem er sífellt harðari og þéttar og einmitt eins og Pútín-stjórnin er sífellt að úthluta öllum efnahagslegum gæðum til sinna stuðningsmanna og ræður í rauninni hagkerfinu algjörlega líka eins og hann gerir. Síðan kemur efnahagskreppa, það er hrun á gjaldmiðlinum og það vildi svo til ég var staddur í Indónesíu, þannig að ég teka með hótel og þá var rúpían indóneska 2000 og eitthvað dollara og hún var 15.000 þegar ég tekaði út á hótelinu 3 vikum setna. Fór aðeins til Evrópu og svo aftur til Indónesíu til þess að fylgjast með þess og þá horfði ég á einræðistjórn falla. Og það sem að situr alltaf í mér er það að þegar að ég byrjaði að hitta, ég hitti nú enga ráðherra, ég fekk að hitta aðstofamenn ráðherra
og alla hátsetta menn og þingmenn og ég hitti 2 menn sem eru ráðherrar í fyrstu ríkisstjórninni eftir hrun einræðisstjórnarinnar. Og ég hitti oftar en einu svona oftar en 2 suma þessum menn. Hvað tónninn breytist hratt. Það var þessi tónn með fyrst með það einhverja einfalda skýringar, eitthvað sem alltaf heyrt áður og þetta miklu sterkara heldur en halda, þetta menn halda og þetta bara svona og allt það. Svo kom einhverja efa tónn og svo áður ég fór og þá voru bara allir fallin að hugsa sína eigin stöðu. Þá voru businessmenn. Og gerist í Sovétríkjunum mikla? Sennilega einhverju leyti líka. Það er kannski svolítið til að lesa það samt ýmsum ástæðum. Þarna var þetta svo augljóst af því að það bara fór allir í sinn eigin hundakofa að hugsa sitt heimdi sín hugsa hvernig ekki reddaði mér. Og hvernig þessi stjórn Pútins, hvernig hún getur hrunið veit ég ekki og það veit enginn. En það gæti ekki að stjáp hratt eins og þetta. En ef við förum í söguna að það goðsögn á Vesturlöndum og sérstaklega í Bandaríkjunum að Ronald Reagan hafi raunverulega fellt Sovétríkin með harðri stefnu gegn þeim og neittu þannig í einhverju stöðu þannig að þau hrundu. Hefur þú trú á því að Vesturlönd hafi fellt Sovétríkin eða fjalluðu af einhver svona innra meini sem að við kunnum ekki að skýra? Þau hjálpuðu til og það var eitt í því sem að ég held ég aldrei verið hrettar í pólitíku æfinni heldur en því var staddur í Washington rétt eftir valdatöku Reagans. Þá var ég að vinna fyrir breska íhaldsflokkinn og var boðið til Washington á fundi í Hvítahúsinu og í þessari útbyggingu Old Executive Building sem partur af Hvítahúsinu. Og þar hittum við náinn aðstoðamann, mann segir Neftsiker, sem að útskýrði það fyrir okkur að þeir sé búin að finna leið til þess að drepa Sovétríkin. Og þeir ætla að gera það með því að stækka herinn helming. Og ekki bara til þess að geta unnið stríð við Rússland eða Sovétríkin, heldur til þess að Sovétríkin fara að eyða jafnmiklum peningum eins og þeir í þetta. Og maðurinn segir þetta bara beint við okkur. Og þetta er bara nokkrum dögum eftir að Reagan tók við. Það voru kaldur hrollur okkur alla því að hinn voru frá Þýskaland og Austurríki og einhver nákvæmlega löndum Sovétríkjana. En þetta er það sem þeir gerðu. Og Sovétríkin gátu ekki staðið við þetta. Og það er það sem að ég kom ekki til Sovétríkjana sjálfur en mann sá þetta þegar maður var að ferðast með Austur-Þýskaland og Pólland og aðra staðið þarna áður en Sovétríki fjallu. Þetta voru þriðja heims hagkerfi. Þetta voru ekki hagkerfi gátt staðið undir þessu gífurlega vígbúnaða kapphlaupi. Þannig að það hjálpaði til við að enda Sovétríkin en eins og þessi góðsega með það að Sovétríkin hafa endað með þess að ræðu Reagan sem múrin í Berlín er bara kjaftaði. Það er þvættingur. En þetta var plan sem að frá því að þið var kynnt upphafið af planinu að þá liðu 9 ár eða 8 ár tóka til að fjall þannig að við erum þá kannski að tala 2000. Ég er ekki vafa því það var einn maður sem að sagði Austur-Berlín sem að vorum á einhverju fundið sem að maðurinn sagði að stóra vandamál Austur-Evrópu væri ekki möguleika til að keppa í hernaði við Vesturlönd heldur en framleiðslu á ískápum. Og það held ég það sem feldi Sovétríkin og endan. Neytendavörur áætlan og búskapurinn var ágætur þegar þú varst að framleiða stál en hann virkar ekki út að framleiða matur eða neysluvöru fyrir almenning. Þá bara hrynur þetta. Þvinganirnar, þessar hörðu efnaðsþvinganir. Nú er talað að þær séu stærri heldur en okkur að við séð þannig að það er erfitt að byrja þig að meta áhrifin af þeim. Hvað tekur þetta tíma að býta? Ákveð býtur þetta? Heldur að það sé þannig eins og maður heyrir stundum talað að það að ólígarkarnir fá ekki að lenda í flugvellinum í London eða senda börnin sín í réttu skólana eða fara réttu veitingastæðina. Heldur að þetta býti strax eða fara þau bara til Dubai í staðinn? Eða? Já, ef þú átt $1 milljarðar þá getur þú gert það sem þú vilt. Þannig að ég held að þessar þvinganir þær eru rauninni harðari heldur en kannski menn byggust við og það er rauninni harkan lýsir sér í þessu Swift greiðslukerfi eða öllu heldur það er rauninni 2 issue þar í gangi. Og eiginlega búið að frysta peninga Seðlabankans. Já, það er það sem gerist. Og það er þetta með að það er ekki aðgangur Rússa að dollarum og ég vil þó einhver vildi taka við dollarum í Rússu þá þorir þið enginn vegna þess að það myndi þýða það að Bandaríkjamenn myndu beita refsaðgerðum gegn viðkomandi banka sem það reyndi hvað sem hafa í Kína eða hvar það væri. Þannig að þetta mun örgulega verulega áhrif efnahagslega. En það sem ég held að Pútín hafi reiknað með ekki kannski alveg að það er gengið svona langt heldur að úr reynslan af þessum þvingunum sem voru gerðar á sínum tíma að þær voru ekki öllu leyti slæmar fyrir Rússland. Þess að það byggðist upp í kringum þetta þegar hægt var að flytja inn frá Vesturlöndum
þá fór að byggjast upp aðeins iðnaður í Rússlandi til þess að mæta eftirspurninni sem gekk svona. Ég man til dæmis að fara á pizza veitingahús í Moskvu og það sem að mér bóði upp á pizza sem var engin ostur á, af því það var búið að stoppa allir innflutningu ostu, þetta var algjörlega óætt vara. Síðan fór ég inn í einhverju búð sem ég bent á að ríka fólkið fari í. Þar gat maður valið hvern einasta ost sem framleiddi í Fraklandi eða Þýskalandi eða Sviss eða koma vildi. Þannig að þetta var tilfellið á smáttu peninga. Það tókst að smygla þessu og allt það. En ég held að Pútín hefði ekkert áhyggjur af svona meira af því tagi en þetta með Seðlabankann og þetta með aðgengisleysi að alþjóðlegum gjaldmiðlum, að það er vandamál. Og það getur gert að verkum að það verði margir fyrir barðinu á þessu og það er góða við þessar aðgerðir það, þetta bitnar ekki fyrst og fremst að fátækafólkinu, heldur á millistéttinni. Þannig að fátækafólki það hefur engin aðgangað hvort sem er þessum vörum sem er að ræða eða innfluttum vörum yfirleitt. Og engin áhrif á allra ríkustu verið þess að þau geta alltaf keypt sig fram hjá þessu? Já, þannig að það er millistéttin sem það er undir. Og það er örugglega einhver hugsun í því, gerir ráð fyrir að reyna að þreyta hann á Pútín. Það hefur líka verið bent á það frá 2014, frá þessum viðskiptaþingunum, þá hafi Rússar verið að byggja upp starfsemi sem ekki var til áður, framleiðslu innanlands. Já, það er það sem verið að benda á. Mér finnst það líka að það komið fram í fréttu núna hvað grunsamlega mikill útflutningur Íslendinga á sjávarafurðum til Úkraínu og Belarús sem að bendi til þess að menn fara bara fram hjá þessu. Það er ekki þannig að þessar þjóðir af allt í einu byrja að borða alla makrílinn sem að Rússar borðuðu. Það er bara augljóst að þetta er bara flutt yfir landamærin aftur. En þú nefndir Kína þarna og það kannski er það sem að ræður mestu það, hvernig þvinganina munu býta. Hvort að Kínverjar reyni að aðstoða Rússa í að lifa það af og milda áhrifin. Hefurðu trú á því að Kínverjar svona þrengt með einföldum hætti sem að Kínverjar geta gert, þeir geta stutt þvinganinnar og ekki afstöðu gegn Rússum. Þeir geta bara ekki gert neitt og bara haldið óbreyttu ástandi. Eða þeir geta stigið til Rússa og gert Rússa sér háða til þess að verða öflugra heimsveldi sjálft. Hvaða leika Rússar? Nei, Kínverjar. Stystu málið það síðasta. Það er alveg að treysta því að allar aðgerðir Kínverja í þessu máli munu vera algjörlega þeirra eigin forsendum. Það er raunar þannig að ég held að Kínverja finnist þetta núna í bili óheppilegt mál. Þeir fagna ekki þessum ástandi. En þeir sjá hins vegar leiki í stöðunni og ef maður hugsa langtíma samband Kína og Rússlands að þá er það súmerið upp í því sem Kínverjar tala sjálfur alveg opið og segja manni löngu síðan segir þeir fyrst frá Kínverja að Rússland er lítið annað heldur en kínversk bensinstöð með sín eigin kjarnakóvopn. Og það er þannig sem við umgengist Rússland að þetta sé hráefna svæði fyrir Kína til þess að fá sín hráefni frá. En hins vegar þá gerir þetta mál allt saman það verkum að Pútín lendir í miklu veikari stöðu gagnvart Kína. Hann segir sjálfur og Kínverjar segja sjálfur í þessum nýjasta þeirri hittusum daginn að samband landana hafa aldrei verið betra og hafa aldrei verið dýpra og einhver mjög ævintileg orður notuð það hvað þetta verið stórkostlega mikið og gott samband. En þetta er hagsmunasamband. Hvorugur treystir hinum. Kínverjar líta niður á Rússland og rússneska sögu og sérstaklega sögu Sovétríkjanna og hrun Sovétríkjanna og allt það, þannig að þeir tala mikið það við mann, hvað í rauninni Kína mest lært á því að fylgjast með Rússlandi hvað þeir ekki gera. Þeir eru bara gert nákvæmlega öfugt þess að Rússar gerðu og öllum sögum. Rússar eru mjög paranoid með Kína og hafa verið það mjög lengi. Það var fyrir nærri hálfur öld líklega hvað það var þegar hér heim á Íslandi menntaskólanum og hitti rússneska sendiráðsmenn í fyrsta skipti á ævinni. Og þá voru þeir að segja mér það að stóra hættan gagnvart Vesturlanda var ekki Rússland, heldur verið ekki Sovétríkin, heldur verið Kína. Það var hætta fyrir allan heiminn. Þetta og óskaplega lýsingar á þessum mannfjölda og annað slíkt sem myndi örugglega enda á því að Sovétríkin myndi stöðva þetta fólk en ekki Vesturland. Þannig að þetta er margra alda paranói og það er náttúrulega lítur á íbúatölu í Síberíu sem eru hvað eru 15 milljónir sem búa í Síberíu. Eitthvað svoleiðis, 15-20 milljónir kannski. En í Kína eru það 1370 milljónir. Þannig að þeir fyrir þá einhvern veginn þá... Svona séð frá Asíu þá er þetta ekki stórt land Rússland. Og það er raunar við erum alltaf að tala núna eins og við sem tala heiminn. En ég vil aðeins benda það að þessi hluti líta allir út öðruvís í Asíu heldur en hér.
Það sem kom mér einna mest á óvart þegar ég fór að ferðast Asíu á 9. áratugnum var það að það hefði engin á að tala kaldastríðið. Kaldastríðið var bara eitthvað fjarlægt fyrirbæri sem engin á. Kaldastríðinu í Asíu lauk árið 1975 með fallið Víetnam. Eftir það talaði engin kaldastríðið. En ekki hægt að kaldastríðið séu leiðina á aftur? Jú, en það í kringum Kína. En þetta bara nafn kaldastríðið. Það sé að tala með þessi átök á norðurhveli heimsins. Og þetta svona mál sem að gerast mikið verið risastóru Vesturlöndum og okkur finnst vera heimurinn snúist þau ekki svona stór þarna fyrir austan og það allt önnur mál í gangi. En Kína, megin niðurstan held ég sé svo að Kína mun notfæra sér þetta mjög vel. Þeir munu eignast þetta sé verið talað gasið á hann með stutta bíl sem getur fælt gas til Evrópu. Kína verður eini markaður í framtíðinni fyrir rússneskt gas og kannski fyrir olíu og ýmsa hluti og langstæsti markaðurinn fyrir allflestar vörur Rússa. En það verður alltaf forsendur Kínverja, fyrir það geta ekki þetta líka annars staðar. Og þá erum við komið með Kína sem öflugt heimsveldi. Já. Og hvað svona heimur það með Bandaríkin og með Evrópa kannski að reyna sjálfstæði sitt. Lítil eining í samanburði við Kína kannski. Hvað svona heimur það? Farið á Bandaríkjamenn að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og Asíu frekar heldur en Evrópu? Ég sá í bók sem að ég las fyrir ekki mjög langur síðan eftir mann sem ég kynntist í Singapúr, indverskur fræðamaður. Hann sagði, og þetta náttúrulega mikla ígjur, en þetta samt gefur ákveðna mynd að því hvernig heimurinn breytast. Hann sagði þessari bók í formálabókarinnar, hann sagði heimurinn alltaf verið þannig að það svona eins og einn bíósalur. Það er allir að horfa á sömu myndina. En fólk getur skilið hann með mjög ólíkum hætti. Heimurinn núna að verða þannig að þetta er svona multiplex. Það eru margar ólíka bíómyndir í gangi, hver í sínu sal. Og það er það sem að held ég að sé að breyta svo mikið í heiminum það að þú getur ekki lengur talað að sé einpóla eða tvípóla eða kaldstríð eða norður-söður eða eitthvað þess áttar. Svona dichotomy sem við alltaf notaði í umræðum þetta. Það er ekki einu sem tala Bandaríkin, Rússland og Kína og Evrópu sem annar leikar í þessu. Þetta er miklu flóknar heldur en það. Þetta eru herbergið sem að ólíki hlutur eru að gerast. Ólíki hluti skipta máli. En í þessari noktu svona valda pólitík í heiminum að þá er Kína auðvitað á gífurlegar hræðri uppleið. En þeirra ambisjónir eru ekki endilega þær að drottna yfir Afríku eða Suður-Ameríku eða einhverjum öðrum svæðum og sama hátt og Bandaríkin drottnuði yfir Suður-Ameríku og reyndu að drottnuði mörgum öðrum hlutum heimsins með því að búa til heildstætt alþjóðakerfi með bandarískum herstöðum, 700 bandarískum herstöðum í kringum hnöttin. Kína er ekki með einustu herstöð utan Kína. Og fellaði ríkisstjórnin sem er pass í Kína. Þú sér ekki Kínverja að fara í þetta? Nei, þeir fara ekki hennar business. Það sem þeir vilja gera er að þeir vilja vera algjörlega óskorað forysturíki Asíu, Austur-Asíu og þar hafa þeir rauninni kannski til langstíma meira áhyggjur á Indlandi heldur en öðrum löndum. Þess vegna er þetta stóra allar þessi gífurlegu tilraunir hjá Bandaríkjunum og Bretum og fleirum að búa til einhvers konar bandalag milli Vesturlanda, Indlands, Japan og Ástralíu. Sem svona, þetta er mjög kunnulegt þegar það var reynt að búa til hringi kringu Sovétríkin og það sami er að gerast með Kína og þetta veit að Kínverjar auðvitað mjög vel af þessu. En þar geta orðið stórkostlega slys, til dæmis minnir á Tævan eða eitthvað slíkt sem að geti hlýtt öllu uppná. Og Kína mun ætla sér að sameina Kína og Tævan fyrir árið 2049. Það liggur fyrir, þeir eru búin að segja það. Þeir býða ekki lengur en það. En ég held að sé mjög ólíklegt að fara að ráðast inn í Tævan. En þeir eru eins og Rússar að þýla til að þeir eru öðruvísi ríki. Þeir eru ekki eins og ríkin í kring. Þannig að þeir krefjast aukinnar valda og tillits sem að önnur ríki get ekki farið fram á. Þetta er alveg opið það. Þannig að endalok kaldastríðsins og fall Sovétríkjanna, endalok tímans, það tímabil, það var mjög stutt. Það er örugglega farið aftur og við erum komið með margpóla heim aftur. Sem að mun hafa áhrif. Því gullöld sem það var sem við leiti. Já, það er svo þessi tími það sem að var einpóla. Nei, ekki einpóla, heldur svo tími það sem að þessi átök átt sér rauninni stað. Það sem að heimurinn vill allir vera opnast. Og það er rauninni nota benni. Það er það sem hefur breyst alveg gífurlega mikið. Sjáðu núna þessa hreyfingu allan heiminn með Úkraínu. Þetta kom ekki bara Rússum á óvart.
Þetta kom allir með heiminum óvart. Það er allt í hennu þá bara heiminum segir bara hingað ekki lengra, þetta má ekki svona og við bara stöndum alls saman, þetta greggar allir saman nú. Þetta var óhugsandi fyrir 20-30 árum. Það er þetta sem internet hefur gert, sem að nattvæðingin eða heimsvæðingin hefur gert með ýmsum hætti, að heimurinn er orðin að meira minna-leyti orðin að einum stað og það var fráleit hugmyndan það nokkuð tíma fyrir tiltölulega stuttu síðan. Hefur þú trúið því að það hafi áhrif? Stundum eru svona hreyfingar, það er svona móbilasjón á þess að leiði til einhvers, skefum svona bylgja með samkenndar og samúðar og svo er þetta bara gert inn í svona rými þar sem þarf sífellt að vera að henda nýjum hlutum inn í. Nákvæmlega, það er hárrétt sko. En það sem er að gerast hins vegar það að pípulagnir eru komnar og það er þetta, ég getur ýmislega flætt í allar áttir eftir þessum pípulagnum en það er komið eitthvað kerfi í heiminum þar sem allur heiminum getur talað saman saman málið. En síðan með mjög ólíkum hættu og allt það. Og almenningur er þáttakandi í þessu með miklu nánari hætti heldur í gegnum gamla fjölmiðlakerfið. Heldur að styrkur Kína sem heimsveldis á móti Bandaríkjunum hafi áhrif á til dæmis þróunina í Afríku eða fyrir í Suður-Ameríku þar sem að þjóðir hafa möguleika á að halla sér upp af öðrum. Það sé ekki bara einn valkost þar sem að sumar þjóðir, Íslendingar náttúrulega ekki hvað síst, gátu spilað í kaldastríðinu á heimsveldin með því að vera alltaf með svona hótun það í hvaða fylkingu þeir alltaf að vera. Það var kannski ekki verið alvara að Íslendingar höllu sér mikið upp á Rússum, en þá gátu þeir alltaf verið með þetta. Og við þekkjum það í sögu í Afríku og víðar. Heldurðu að styrkur Kína geti kannski flýtt fyrir bata Afríku? Ég er ekki alveg viss um það. Það er gengið mjög illa á Kína í Afríku, miklu verð heldur en menn halda og þannig að plönin hafi ekki gengið upp. Það hefur verið gífurlega mikið peningasettar í þetta en þetta verður svo valdið pólitísku ólgu í mörgum löndum Afríku þannig að andstaðan gegn kínverskum afskiptum er orðið mjög mikil. Svo er gert í sumum löndum eins og til dæmis í Sri Lanka þar sem að menn hafa lent í skuldafangelsi við Kína vegna þess að þetta er ekki gjafir, þetta eru lán. Það svipað og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn á sínum tíma og skuldir. Já, nákvæmlega. Og mér finnst stundum eins og þetta Belt og braut projekt. Það snúist ekki endilega um áhrif Kína heldur bara að selja steypu og stál. Það er það sem Kínar eru að gera allan heiminn. Þetta er gert mjög gott í mörgum löndum. En það er önnur bylting sem er eftir stað í Afríku sem snerti Kína sem er rauninni kannski sumleiti áhugaverðari. Og það er líklega minnst 1 ef ekki 2 milljónir Kínverjar sem hafa flutt til Afríkulanda og eru að setja þar litla business einingar og eru í framleiðslu og sölu og þess aftar í verslun sem hefur valdið pólitísku ólgu í nokkrum löndum Afríku af því að þeim gengur svo vel í þessum business. En það er svo tenging í rauninni sem ég held að muni hafa meiri áhrif heldur en endilega þessi massífa útlenda fjárfesting. Og nú eru hins vegar Vesturlönd að bregðast við mjög sent og eru fann að bjóða Afríku upp á betri díla. Þannig að ég vona að Afríkumenn kunna nýta sér það hallar sér að þeim sem... Þeir fá þá allavega val dílana, það vera tvíból á heimi. Og ég held að Afríkumenn er að segla með þetta vindu og geti gert neitt annað. Er það tvennt sem ég ætla að fá að koma að áðurum við ljúkum. Það eru friðarviðræður, svo kallar, sem eru bara það á morgun. Það kom ekkert út úr þeim sem voru í gæra eða fyrirdag. Það er eitt sem að vekur athygli að það er engin sem að oft er þriðji aðili sem að stýra þessu. Þannig kannski er vantrúin svo mikil að það er engin aðili sem getur stíðað inn. Það vill ekki fá Kína inn. Nú geta Norðmenn ekki komið og talað á milli Ísraelsmanna og Palestínumanna. Það er eins og sé engin í heiminum með þá stöðu að geta verið málaviðlarinn eins og vanað við þessu. Ég held hugsanlega ef eitthvað ekki getur þá sé það Kína. En heldur að NATO og Evrópa myndi vilja fá Kína til þess að inn í Evrópu? Mjög hikandi. En ég held að ef ég væri ráðleggja Kínverjum núna, þá myndi ég segja bjóðist til að vera málamiðlarar og takið alvarlega kröfur Úkraínum en ekki síður heldur en Rússa og allt það og þetta er gífurlega diplomatisk kú fyrir Kína að þeir geti gert þetta. Kannski eru þeir að horfa á samstöðuna? Gæti verið. En hins vegar þá held ég að lausnin á þessu máli og hún hafi alla tíðum legið fyrir. Hún er bara þessu Martíni sem er ekki hægt að segja. Það er ekki hægt fyrir lönd heimsins sem að búa við alþjóðakerfið eða hvert land er fullvalda á sínu ríki, sínu svæði og aðrir ekki skipta sig af að segja við Úkraínumenn af hverju sleppið ekki Krím. Það er ljóst að meirihluti íbúinn í Krím vill vera í Rússlandi.
Af hverju slepp ekki austustu héruðum í Donbass? Eða gefið þeim sko sjálfræði, nákvæmlega gefið sjálfræði að kjósa. neitunarvaldum eða gengið inn í NATO eða eitthvað slíkt. Þá koma Bretar og segja nei, menn þetta er ekki heppilegt, það var ekki leysum ríki. Spánverjar, þetta er fordæmi varandi Baska og Katalóníumenn og út allan heim kemur upp þessi andstæði við þetta, já. Og þess vegna er þetta mjög erfitt, en þetta væri lausnin og ég heldur hennar að Úkraínumenn sem eru raunsæir hafi séð fyrir sér að þeir myndi ekki taka Krím aftur, ekki fá það aftur og ég vil eitthvað Donbass hérðan líka. En þetta má ekki segja og því það brýtur öll prinsip. En þetta er eitthvað sem getur komið út úr friðarviðræðum og það sem að vonar er að Pútín lendi þeirri stöðu að hann verði mjög þröngri stöðu en eigi samt útlöp því að ég minna það sem að Klaus von Clausewitz sagði, hershöfðingi Prússa, ekki Rússa heldur Prússa, hann sagði að það hættulegt sem hann gerði væri það að einangra, væri að þjarma svo mikið óvinni sínum hann ætti ekki undankomu auðið. Vegna þá getur ekki reikna út hvað hann gerir. Þannig að undankomu leið Pútins var einhvers konar málamilun það sem hann geti sagt við Rússa, Krím er okkar, þessi héruð er okkar og Úkraína ætlar ekki gangi NATO fyrir sjáanlegan tíma. En ég held eins og það verið erfiðara fyrir að stoppa það og Úkraína gengi í Evrópusambandið. Þannig að það er mesta líkur á friði ef að báðir aðilar koma tiltölulega veikir að borðinu og semja að Pútín fá að halda andlitinu og Úkraína fái sko, eins mikið sjálfstæð og mögulegt er með því að vera nágranni í Rússana og það verið komist að samkola það. Vandinn eins og kannski að Vesturlönd stemmingin og hvernig menn tala á Vesturlöndum svolítið þannig að þau vilja fá sigur og sigurinn forseta friðar. Það hættulegast held ég stemmingun á Vesturlöndum, sko, ég fagna henni mjög mikið. Mér finnst það dásamlegt að fylgjast með því hvað fólk hefur komið saman og þétt saman og vil styðja við þessi prinsip með sjálfstæði Úkraínu og gegn stríði bara almennt. Það hefur mjög nærandi að horfa á viðbröð síðustu daga. Hins vegar það það bara þannig fyrir sumt fólk að þá ártalið alltaf 1938 og við erum alltaf í München. Það má aldrei gefa neitt eftir, það er alltaf hættulegt. Og svo stemming hafi skapast meðfram þessu, það er bara að láta knífhelgi kvið og Pútín bara verði að fara. En ég held að menn allir sagfræðingar meta til dæmis Münchenarfundi 1938 allt öðruvísi en almenningur gerir. Og ég held að það sé mjög hættuleg stemming að líta svo á að þetta sé einhver úrslita stund. Það kemur eiginlega að sko, það sem ég ætlaði að tala um síðast sem að þessi innrás og þetta stríð hefur valdið því að það aukin hernaðaruppbygging. Það verið að tala að það að fara í gang einhverja heræfingar á norðurslóðum. Það verið að tala að Finnland og Svíþjóð gangi inn í NATO sem náttúrulega árásarbandalag hefur verið það líka. Það verið að tala uppbygging, forsætisráðherra Japan talaði að fá kjarnorkuvopn inn í Japan sem hefði verið óhugsandi. Við getum eiginlega bara valið áratuginn fram að þessu. Óttastu þessa uppbyggingu að svona haugarnir eru eiginlega ofan á í öllum ríkjum? Nákvæmlega. Sko þetta er algjörlega lógist. Það er svona sem viðbúnaðarkapphlaup alltaf. Þú ræður einhvern, þá kemur hann á móti. Ræður hann meira, kemur hann á móti. Og hann óttast þess að þú gerir og svo bara vex þetta upp og spinnst upp. Þannig að hugarfarið skiptir öllu máli í þessu. Og þess vegna nefndi ég þetta með München og 1938 sem held ég sjálf skelfilegt fordæmi til að hafa almennt í alþjóðamálum og sem lexíu sem að heimurinn eigi alltaf að muna eftir og að læra af. Raunar í þeim efnum held ég sér rétt að muna líka að eina lexíu sögunar svo að menn læra ekki af sögunni. Herðu, þetta eru frábær lokaorð. Þakka þér kærlega fyrir Jón Ormur að koma og spjalla við mig í þennan tíma. Það er mikið gott að hafa menn eins og Jón Orm sem hættir að fá hingað rauðaborðinu og svo bara hausa upp úr honum. Ég hefði mjög gaman af og gott af þessu samtali og ég vona að þeir sem stöldur við rauðaborðið hafi það líka með því að hlusta á rólindislega umræðu stríð. Á eftir á samstöðinni verður þáttur leigjendur. Ég hvet ykkur til að fylgjast með því, hann er klukkan 9. Pólski þátturinn, hann fellur niður, ekki út af stríðinu, heldur út af veikindum umsjónarmanns. En svo verði ég aftur við rauðaborðið á morgun og þá ætla ég ekki að tala Úkraínu, heldur kvótakerfið og áhrif þess á sjávarbyggðir á Íslandi. Þá kemur fólk hingað og rekur þá sögu alla. En ég þakka Jóni Ormi aftur kærlega fyrir og ykkur hlustendum og segi takk fyrir í kvöld.